þú ert með þessi 2 mál þarna sem að tekið náð. Þessi 3 mennur. Innilega hjartanlega velkomin á 73. fund sveitarstjórnar Þingeyjar sveitarhaldin í Þingey. 5. 12. febrúar, klukkan 1300 og fundin sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnar Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármálastjórnsýslusvið sem ritar fundargerð. Gerir einhver eða athugasemd við boðun fundarins? Svo ekki. Ég ætla að fá ósk eftir að taka eftirtalin mál inn á dagskrá fundarins með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 8 verði Stórutjarnaskóli, Birna Davíðsdóttir skólastjóri í uppsögn verði tekið á dagskrá með afbrigðum vinsamlegs gefumerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að undir lið 9 ferðafélag Akureyrar, staða Fjallaskóla og óskum styrk verði tekið inn með afbrigðum vinsamlegs gefumerki. Það samþykkt samhljóða. Og þau ykkar sem geta samþykkt að Mývatn og Laxá endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar verndarsvæðisins verði tekin á dagskrá með afbrigðum vinsamlegs gefumerki. Það samþykkt samhljóða. Fyrsti liður nýsköpunarnefnd, fundargerð 27. fundar frá 4. febrúar síðastliðnum. Fundargerð í 3 liðum og liður 2 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar er því sérliður á fundinum. Arnar, ef þú vildi gera svo vel að kynna fundargerðina. Já. Maður að tíma henni. Já, oddviti. Þetta er fundargerð atvinnu- og nýsköpunar nefndar síðan 4. febrúar síðastliðinn og fundin sátu Hallgrímur Páll Leifsson, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Arnór Benónísson og Jón Þórólfsson. Sofía Kristín boðaði forföll. Starfsmaður var Margrét Hólm Valsdóttir og ritaði hún fundargerð. Það fyrsta mál á dagskrá voru fjallskiladeildir og þar lá fyrir, ég er eitthvað með rugli í tölvunni, en bókun okkar þetta erindi var þannig að atvinnu- og nýsköpunarnefnd leggur áherslu á að notendur afrétta fari eftir einu og öllu eftir fjallskila samþykkt. Sérstaklega skal bent á 2. málsgrein 8. greinar samþyktarinnar þar sem segir eftirfarandi: ekki skal hefja upprekstur á vori nema í samráði við fjallskilastjóra, og þetta var samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá, það var mál til kynningar, það var áfangastaða áætlun Norðurlands, uppfærsla verkefna. Við ræddum þetta frá og tilbaka og niðurstaða okkar var svo að það væri full ástæða til að fjölga áfangastöðum í sveitarfélaginu á þessari áætlun og niðurstaða nefndarinnar var að beina því til sveitarstjórnar að fara í íbúasamráð varðandi fjölgun þessara staða. Við lýstum yfir ánægju með þá vinnu sem að þeir hefur farið fram og veltum fyrir okkur hvort ekki hægt að fjölga áfangastöðunum og leggur til í sveitarstjórn að fari verði íbúasamráð með það markmiði að fjölga áfangastöðum í sveitarfélaginu. Við reiknum með að það verið tekið fyrir hér á fundinum og eftir. Síðan var fjallað vinnustofu sjálfbæra þróun þjónustukjarna í ferðaþjónustu og þetta var svona til kynningar. Þessi vinnustofa var haldin 10. febrúar síðastliðinn í Hótel Seli og hef ekki meir það að segja. Fundi lauk klukkan 10:30. Takk fyrir mig. Þakka þér fyrir þetta, Arnór. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi varaoddvita, þá ætla ég að taka undir orð nefndarinnar og hvetja notendur afrétta til að eiga gott samtal og samstarf við starfsfólk sveitarfélagsins. Lið nr. 2 er fundargerð umhverfisnefndar, en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 33. fundar umhverfisnefndar frá 5. febrúar og engin liðir sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Oddviti og geta sveitarstjórnar fólk. Umhverfisnefnd hittist á fundi
nýverið. Þar voru 3 dagskrárliðir. Fyrsti liður eru moltugeravélarnar. Þær eru nú komnar hér norður, 200 stykki, og þetta var í raun og veru bara vorum við að ræða það hvernig við myndum kynna þetta og hvernig við myndum hátta því hvernig vélunum yrði útdeilt. Nú, nefndin er búin að semja bréf og kynningarefni þessu tengdu. Það er bara í yfirlestri núna og fer vonandi út í næstu viku. Annar liður á dagskrá var úrvinnslusjóður, fyrirkomulag greiðslna fyrir sérstakri söfnun í sveitarfélaginu. Þetta er í raun og veru bara erindi frá úrvinnslusjóði varðandi fyrirkomulag greiðslna. Og breytingin er sem sagt svo að þetta verður greitt mánaðarlega í stað þess að þetta var 2 ári ef ég man rétt. Nú og svo er mál til kynningar og það er SSNE leiðarvísi fyrir loftslagsstefnu Norðurlands og Arnheiður Rán Almarsdóttir kom til fundarins, hún er fulltrúi okkar þarna inni í þessari vinnu og hún kynnt okkur þetta og við náttúrulega erum nýverið búin að gera okkar eigin loftslagsstefnu, þannig að það hefur bara reynst vel að hafa hana. Hún hefur verið okkur haukur í horni og þetta hefði ekki verið einföld vinna án hennar, þannig að bara sérstakar þakki fyrir hana. Og fleira var ekki gert og fundist lítið. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Með leyfi varðaauðvita þá vil ég hvetja fólk og ekki síst undirritaðan til að horfa með jákvæðum augum á þetta moltugeraverkefni og þetta auðvitað kemur til með að spara okkur vonandi til lengri tíma ef við náum góðri þáttöku. Liður númer 3 er fundargerð íþrótta, tómstundar og menningarnefndar. Nei, afsakið. Það er ekki fundargerð, við erum búin með þær. Liður númer 3 er beiðni lausn frá störfum í íþrótta, tómstundar og menningarnefnd, en fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Kötlu Valdísi Ólafsdóttur lausn frá störfum í íþrótta, tómstundar og menningarnefnd. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Með leyfi varðaauðvita þá verður með orðum formanns nefndarinnar eftirsjá í henni í þessum störfum. Það liggur fyrir fundinum til að bókun sveitarstjórn samþykkir að veita Kötlu Valdísi Ólafsdóttur leyfi frá störfum í íþrótta, tómstundar og menningarnefnd og þakkar henni vel unnin störf. Þau eitthvað sem geta samþykkt og tekið undir það, vinsamlegt geðmerki. Samþykkt samlega. Næsti liður á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Gerður Sigtryggsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk Óli. Ég ætla að fara svona yfir það helsta sem hefur drifið á daga okkar hér í stjórnsýsluhúsinu síðan síðasta skýrsla var flutt, en það var í desember. Íbúafjöldi sveitarfélagsins var 1581 íbúi þann 1. janúar, var 1541 1. janúar 25 sem gerir 2,6% fjölgun íbúa á milli ára. Nú nokkra breytingar hafa orðið í starfsmannahópi stjórnsýslunar. Kristín Ingi Pétursson var ráðin í 50% starfshlutfall sem kerfisstjóri en sinnti áður því hlutverki í verktöku. Rögnvaldur Harðarson byggingafulltrúi tók við starfi sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs áramótin og nú stendur yfir ráðningaferli vegna stöðu verkefnastjóra framkvæmda og veitna. Síðast en ekki síst var Sigurður Þórarinsson sóttur út fyrir landsteinana til að gegna starfi aðalbókara. Hann hóf starf áramótin til að taka við að Gísla Sigurðssyni sem gegnt hefur því starfi frá 2016 hjá Þingeyjarsveit og þar áður í fjölmörg ár hjá Skútustaðahreppi. Nú stöðugildi á skrifstofu Þingeyjarsveitar eru nánast á pari við fjölda stöðugilda á skrifstofunum fyrir sameiningu. Þau eru nú 11,65 en voru 11,95 fyrir sameiningu. Nú álagning fasteignagjalda er langt komin og mun íbúum berast álagningarseðlar von bráðar. Fasteignamat í sveitarfélaginu hefur farið ört hækkandi á undanförnum árum og til að koma til móts við hækkun fasteignaskatta hjá íbúum ákvað sveitarstjórn á síðasta ári að hefja lækkun álagningar hlutfallsins sem þá var lækkað 5%. Undirbúningur ársuppgjörs fyrir 2025 er hafinn
og komin vel á veg og stemt að því að vera fyrr á ferðinni á þessu ári heldur en áður. Skjalamál sveitafélagsins, þau hafa tekið gríðarlegum framförum á undanförnum misserum og nú verið að undirbúa fyrstu rafrænu skilin. Þetta langur undirbúningstími, þau fara semst fram á næsta ári, 2027. En gríðarlegu magni af skjölum hefur nú þegar verið skilað til Héraðsskjalasafnsins og það eru skjöl sem að meðal annars tilheyrðu gömlu hreppunum og stofnunum þeirra. Viðverustefna sveitafélagsins í samráði á heimasíðu og eru starfsmenn enn hvattir til að senda inn athugasemdir eða ábendingar. Innleiðing vinnustundar sem tímaskráningakerfi gengur hægt en örugglega og þeim starfsmönnum sem tekið hafa kerfið upp gengur vel að nota það. Nú í febrúar voru lagðar inn 2 umsóknir í 2 sjóði sértækra verkefna sóknaráætlunar. Annars vegar að ræða umsóknum styrk til þróunar og samþættingu heilbrigðis og félagsþjónustu fyrir eldra fólk og hins vegar að ræða styrk umsókn til uppbyggingar vinnustaðaklasa í Kjarna á Laugum, þar sem í undirbúningi að bjóða leigurými fyrir aðila á sviði heilsu og vellíðunar. Þingeyjarsveit hefur haft nokkur einkahlutafélag á sinni könnu sem ekki hafa verið starfrækt árabil og tókst að ganga frá slitum 2 þeirra nú áramótin. Það eru félögin Kjarni EHF og Matarskemman EHF. Í undirbúningi eru slit á Iðnbæ EHF. Í byrjun janúar áttu sveitarstjóri og skipulagsfulltrúi fund með starfsmönnum Náttúruverndastofnunar vegna nýrra stjórnunar og verndaráætlunar Mývatns og Laxár þar sem óskað var eftir aukinni aðkomu sveitafélagsins að verkefninu. Því miður var því hafnað en á fundinum í dag verður tilnefndur sameiginlegur fulltrúi Þingeyjarsveitar og Norðurþings í starfshóp verkefnisins og fulltrúi Þingeyjarsveitar í samráðshóp. Málefni fiskþurrkunar Samherja á Laugum hafa verið þó nokkuð fyrirferðarmikil hjá starfsmönnum skrifstofunnar síðan nýtt starfsleyfi var gefið út 12. janúar síðastliðinn. Það enn unnið af því að bæta virkni þeirra mengunarvarna sem voru settar upp vegna skilyrða í nýju starfsleyfi og þess vænst að tilætlaður árangur muni fara að skila sér sem allra fyrst. Vegna tafa á undirbúningi mögulegs byggðasamlags sveitafélaga á svæðinu erum við í viðræðum við Norðurþing mögulega aðkoma að forvörnum og eldvarnareftirliti í Þingeyjarsveit en slökkvilistjórinn okkar nú komin í 50% starfshlutfalls og kemst því ekki yfir það eldvarnareftirlit sem sveitafélaginu gert skylt að sinna. Sveitarstjóri fundaði einnig með slökkviliði Þingeyjarsveitar og fór yfir stöðuna með því vaska fólki sem að þar stendur vaktina. Nú á dögunum boðaði Samband Íslenskra sveitafélaga til fundar með sveitafélögum vegna fyrirhugaðra breytinga á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Fulltrúar umhverfis orku og loftslagsráðuneytis ásamt fulltrúa atvinnuvegaráðuneytis fóru yfir breytingar, áætlaðar breytingar á regluverki sem snýr að heilbrigðiseftirliti sveitafélaga. Því miður komu ekki fram svör við þeim spurningum sem sveitafélögin hefðu óskað eftir. Það hvaða verkefni áætlað væri að flytja frá ríki til sveitafélaga, né heldur hver væri áætlaður kostnaður sveitafélagana. Annar fundur hefur verið boðað í fyrramálið og umsagnarbeiðni þetta mál á dagskrá fundarins hér í dag. Á umhverfis- og framkvæmdasviði eru ærin verkefni enda undirmannað þar frá áramótum. Undirbúningur framkvæmda ársins hafinn og ánægjulegt að geta sagt frá því að framkvæmdir í nýtt húsnæði Tjarnaskjóls nýkomið í útboð. Verkið hefur tafist úr hófi vegna margvíslegra hindrana, svo sem eins og að húsið varðveitt að höfundalögum hönnuðar, sem gerir það gjarnan að verkum að það getur tekið langan tíma að fá samþykki fyrir breytingum. Ef allt gengur á óskum, má ætla að vinna geti hafist í mars og verið lokið í júlí. Nú verið að leggja loka hönd á svör við umsögnum og athugasemdum sem bárust við auglýsingum tillögu aðalskipulags Þingeyjarsveitar. Gerðar eru nokkrar minniháttar breytingar á gögnum, bæði uppdráttum og greinagerð og stemt að því að hægt verði að samþykkja skipulagið eftir auglýsingu ásamt svörum sveitarstjórnar á næsta fundi sveitarstjórnar. Fréttir á fjölskyldusviði sem náttúrulega stærsta sviðið okkar með flestu starfsmennina þar að segja.
3 starfsauglýsingar hafa nýverið þar í birtingu. Það er 50% starf náms- og starfsráðgjafa, 50% starf þroskaþjálfa og 100% staða deildarstjóra í Krílabæ. Patricia Reimus hefur verið ráðin í starf náms- og starfsráðgjafa og mun bera starfsheitið nemendaráðgjafi þar til hún útskrifast úr sínu námi. Því miður hefur enn ekki borist umsókn starf þroskaþjálfa en ein umsókn ófaglærs aðila hefur borist deildarstjóri í Krílabæ en lögum samkvæmt þarf að auglýsa starfið aftur áður en að unnt verður að ráða ófaglærðan aðila. Þriðji fundur farsældaráðs var haldinn í gær. Baklandshópur Þingeyjarsveitar sem í eru skólastjórnendur, skólaþjónusta, Gunnhildur, æskulýðs- og tómstundafulltrúi og Hjördís sviðsstjóri fjölskyldusviðs að vinna að aðgerðaáætlun sem byggir á niðurstöðum íslensku æskulýðsrannsóknarinnar ásamt helstu áskorunum sem þar birtast. Hingað til hefur Þingeyjarsveit ekki fengið sundurliðaðar niðurstöður eftir skólum heldur eina niðurstöðu fyrir grunnskóla Þingeyjarsveitar. Við höfum óskað eftir aðgreindum niðurstöðum til að hafa enn betri tækifæri til að vinna til dæmis með staðbundnar áskoranir heldur en þegar við fáum niðurstöðurnar og skoðum þær sem eina heild. Þarna er markmiðið enn og aftur að gera gott skólaumhverfi enn betra. Nú ný stöðu og framvindu próf í matsferli verða lagð fyrir nemendur nú í fyrsta skipti í mars. Með matsferli munu nemendur, forsjáraðilar og skólar fá meiri og betri upplýsingar stöðu og framvindu í námi með vönduðum mælingum. Niðurstöðu mælingana munu auðvelda skólunum að fylgjast með hverjum nemanda til að veita viðeigandi kennslu og stuðning og gera stefnumótandi aðilum kleift að greina mögulegar áskoranir í skólakerfinu svo hægt sé að ráðast í nauðsynlegar umbætur þegar þörf krefur. Ungmennaráð verður með sér næsta fund í vikunni og mun þar undirbúa fund sinn með sveitarstjórn 12. mars næstkomandi sem tilhlökkunarefni fyrir sveitarstjórnarfulltrúa. Til að einfalda utanumhald og frístundastyrki til barna verið að taka upp Abler skráningakerfi og vonast til að það muni auðvelda foreldrum umsóknir með því með rafrænu skráningunni unnt að nota frístundastyrkin sem greiðslu fyrir námskeið og foreldrar greiða þá einungis þann mismun ef einhver Sviðsstjóri, skólastjórnendur og tónlistakennarar Þingeyjarsveitar stefna á fund til að ræða og samræma markmið, leiðir og tilhögun tónlistakennslu á milli skólana og enn og eftir markmiðið að gera góða skóla og það í þessu tilfelli tónlistaskóla enn betri. Það yfirstandandi vinna við faglega og rekstrarlega úttekt á skólastarfi sveitarfélagsins og langt komin og niðurstöðu að vænta á næstu vikum. Og samningar við skólabílstjóra að renna út í vor og hafin vinna við skoðun á framhaldinu og verður það mál á dagskrá fundarins hér í dag. Þannig að eins og þið sjáið þá mikið mörgverkefni í gangi hjá fjölskyldusviðinu. Atvinnumálin, svona það helsta að Samráðshópur sveitarfélagsins og Landsvirkjunar vegna Þeistareykja fundaði í janúar og þar sem farið var yfir helstu framkvæmdir sem þar eru fyrirhugaðar á næstunni og á opnum fundi Landsvirkjunar í Skjólbrekku fyrir stuttu kom fram að undirbúningsvinna vegna virkjunar toppþrýstings mun hefjast á vormánuðum og framkvæmdin sjálf áætluð 2027 til 2028. Geosílíka mun hefja rekstur á Þeistareykjum á þessu ári og þetta verkefni sem hefur verið í vinnslu undanfarin ár en þar verður reist 126 fermetra hús á svokallari fjölnýtingalóð fyrir starfsemi fyrirtækisins. Og nýlega var tilkynnt að Nýsköpun hafi lokið 300 milljón króna hlutafjárútboði til uppbyggingar á Þeistareykjum og eða uppbyggingar fyrirtækisins sem mun fara fram á Þeistareykjum og þessi fyrirhugaða atvinnuuppbygging fyrirtækjanna mikið ánægju efni. Nýsköpun sem hefur starfað frá 2013 og verið leiðandi í rannsóknum og ræktun hagnýtra örþörunga í Bjarnarflagi stendur að semst á spennandi tímamótum með fyrirhugaðri byggingu á 10.000 fermetra framleiðsluhúsi á Þeistareykjum og mun þessi uppbygging skapa ný störf, styrkja atvinnulíf og auka tekjur sveitarfélagsins sem gerir verkefnið að öflugri viðbót við verðmætasköpun
og framtíðarsókn Þingeyjarsveitar. Í framhaldi af skýrslu Markaðsstofu Norðurlands framtíð ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit nú unnið eftir aðgerðaáætlun og þar efst á blaði fjölgun á mögulegum áfangastöðum í sveitarfélaginu í þann tilgangi að ná meiri dreifingu ferðamanna svæðið. Á fundinum í dag verður afgreidd tillaga frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd mögulegar leiðir í þeim tilgangi. Og í þessari viku var afar ánægjulegur vinnufundur haldinn á Selhóteli. Fundurinn var haldinn í framhaldi af vinnu framtíð ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og gestir fundarins komu frá 2 erlendum ferðaskrifstofum, miklir reynsluboltar sem hafa selt ferðir til Íslands svo áratugum skipti og upplýstu þeir fundargesti hverjar óskir og væntingar ferðamanna væru og benti okkur á leiðir til þess að vera enn betur í stakk búin til þess að bæta upplifun ferðamanna sem sækja okkur heim. Nú þetta svona það helsta sem hefur verið á döfinni á síðustliðnum vikum og ég vil bara í tækifærinu þakka starfsmönnum stjórnsýslunar mikið vel fyrir þeirra góðu störf. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Gerður. Vill ykkur taka til máls undir þessum lið, Arnór? Oddviti, þakka þér Gerður fyrir þessa skýrslu og af því að umræðan á samfélagsmiðlum og eldhúskollum dálítið þá veru að ekkert sé að gerast í þessu sveitarfélagi, þá finnst mér rétt að undirstrika þessa gífurlegu uppbyggingu sem í farvatninu á Þeistareykjum. Þetta miklu meiri uppbygging heldur en svona blasir við þegar þessu rennt í gegn í svona skýrslu sveitarstjórn. Það verið að tala að virkja toppþrýstingin, við erum að tala virkjun upp á 20-25 megawatt. Án þess að þurfa að koma til nýrra borana heldur verið að nýta þá orku sem þegar fyrir hendi betur. Nú uppbyggingi á Selika þar geysilega spennandi fyrir atvinnulíf í sveitarfélaginu og á svæðinu og framþróun nýsköpunar síðan alveg gríðarlegt ánægjefni. Þannig að þarna gríðarlega mikið að gerast sem að vert að vekja athygli á. Það sem að líður nú að kosningum og undirritar ætlar ekki að vera í framboði, þá hefur mjög mikið frelsi til að segja það sem ég dettur hug loksins eftir öll þessi ár. Þannig að ég að nýta mér það frelsi til vorsins að fullum þunga. Fyrir utan atvinnumálin, þá langar mér til að benda á eitt sem kom fram í skýrslu sveitarstjóra og það eftirlitið. Við þurfum að vanda okkur þar og ég held við eigum ekki að setja öll eggin í þá körfu að vera bara í viðræðum við Norðurþing því að staðan milli þessara 2 sveitarfélaga þannig að 2 af hverjum 3 eftirlitsskyldum stöðum eru í Þingeyjarsveit. Við erum bara það miklu stærra í þessu eldvarnar eftirlitssviði heldur en Norðurþing. Þannig að ef að til þess kæma það samstarfi þá mjög mikilvægt að viðkomandi starfsmaður væri staðsettur hér. Nú ég bæði að hugsa útsvarstekjur og íbúaþróun. Mér finnst líka að við ættum kannski að þreifa fyrir okkur Akureyri hvort að þeir geta gert okkur eitthvað tilboð í þetta því að ég held að við sem sveitarstjórn verðum að taka afstöðu til þess hvað við ætlum að gera í eldvarnar og slökkviliðsmálum sveitarfélagsins fyrir kosningar. Vegna þess að eftir kosningar þá kemur alveg svona hálfsárs hlé. Ný sveitarstjórn þarf að koma sér fyrir og kynnast málum og við vitum bara hvernig þetta Og nú útlit fyrir gríðarlega mikla endurnýjun í sveitarstjórn sem mun enn auka þetta bil sem ekki engar ákvarðanir verða teknar. Af því að mín skoðun einfaldlega sú að ef við komumst ekki að hagstæðri niðurstöðu í eldvarnaeftirlitsmálunum þá eigum við að taka ákvörðun það að auglýsa stöðu eldvarnaeftirlitsmanns og slökkviliðsstjóra fyrir kosningar. Við getum ekkert beðið með það. Við verðum að taka fast á þessu málu, þetta mikilvægt öryggisatriði fyrir íbúana. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Arnór. Vill einhver annar taka til máls? Svo ekki, með leyfi varáttunda þá bara tekið undir þakkir sveitarstjóra til starfsfólks sveitarfélagsins og þetta vissulega spennandi tímar framundan hvað ýmislegt varðar og góð yfirferð. Takk fyrir það. Næsti liður umhverfisnefnd beiðni lausn frá störfum. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Rúnari Ísleifssyni lausn frá störfum í umhverfisnefnd. Einnig liggur fyrir beiðni frá Olgu Hjaltalín Ingólfsdóttur lausn frá störfum varamanns í sömu nefnd.
Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Svo ekki, þá liggur hér fyrir til að bókun sem þannig að sveitarstjórn samþykkir að veita Rúnari Ísleifssyni og Olgu Hjaltalín Ingólfsdóttur laust frá störfum í umhverfisnefnd og þakkar þeim fyrir velunnin störf. Þau kannski geta tekið undir þessar þakkir og samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Ég reikna með að þú ætlir að samþykkja þetta líka, Arnór, eða ekki? Jú. Já, samþykkt samhliða. Næsti liður á dagskrá frá SSNE, drög að loftslagsstefnu Norðurlands eystra. En fyrir sveitarstjórn liggja drög SSNE að loftslagsstefnu Norðurlands eystra en stjórn SSNE samþykkt á fundi sínum 8. janúar að senda meðfylgjandi drög til umfjöllunar í sveitarstjórnum innan SSNE. Þetta hér vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá til að bókun sveitarstjórn samþykir framlögð drög að loftslagsstefnu Norðurlands eystra. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki, það samþykkt samhljóða. Lið nr. 7 eru kosningar í nefndir, ráð og stjórnir. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga eftirtaldar breytingar kosningar í nefndir, ráð og stjórnir. Nýr aðalmaður í íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd verður Olga Hjaltalín Ingólfsdóttir og varamaður verður Haraldur Bóasson. Nýr aðalmaður í umhverfisnefnd verður Elísabet Sigurðardóttir. Nýr varamaður í umhverfisnefnd verður Halldór Þorlákur Sigurðsson. Las ég þetta ekki rétt? Og ég held það. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Eyþór. Oddviti sveitarstjórnarfólk, eftir að meirihlutinn sprakk hérna á sínu tíma, þá hafa nefndastörfin verið, þar að segja, það hefur verið í sumum tilfellum óskýrt hverjir eru varamenn fyrir hverja í nefndum. Ég velti því fyrir mér hvort að við þurfum að bóka eitthvað sérstaklega af því að núna í rauninni sveitarstjórnin öll að skipa þarna fulltrúa, hvort að hann fulltrúi sveitarstjórnar eða fulltrúi E-lista eða fulltrúi K-lista eða fulltrúi meirihluta eða minnihluta. Þannig ég velti því bara aðeins fyrir mér hvort að við þurfum að vanda bókununa sérstaklega varðandi þetta. Takk fyrir þetta, Eyþór. Vil ykkur annað taka til máls undir þessu? Svo ekki, það spurning, viljið fela ritara að bæta inn í bókstöðum viðkomandi aðila samræmi við niðurstöðu kosninga inn í skráninguna? Nei. Heyrðu, tillagan sem lögður fram hljómar nú bara. Já, þau kannski geta samþykkt þessa tillögu sem hér er lögð fram vinsamlega skeiðmerki. Og það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 8 varðar Stórutjarnaskóla, Birnu Davíðsdóttur skólastjóri sem uppsögn, en fyrir sveitarstjóra liggur uppsagnar bréf frá Birnu Davíðsdóttir þar sem hún segir upp starfi sínu sem skólastjóri í Stórutjarnaskóla. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, hér komin til að bókun sveitarstjórn þakkar Birnu Davíðsdóttur fyrir góð störf í þá sveitarfélagsins í þau 17 ár sem hún hefur starfað hjá sveitarfélaginu og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að vinna að undirbúningi auglýsingar og leggja fyrir sveitarstjórn. Að undirbúningi auglýsingar starfsins og leggja fyrir sveitarstjórn. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun að tekið undir þakkir til Birnu vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður erindi frá ferðafélagi Akureyrar, staða fjalla, skála og óskum styrk, en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá ferðafélagi Akureyrar varðar afslátt af fasteignaskatti af skálum félagsins í Þingeyjarsveit. Erindi var áður á dagskrá á 59. fundi þann 22. maí 2025. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi varaoddvita til að skýra þetta, þá verið að fara hér fram á að yfirferð á skattlagningu skálana.
og tillaga bókun hljóðar svo í lengra laginu: Sveitarstjórn samþykkir að álagning fasteignaskatts á skóla ferðafélagi Akureyrar sem og aðrar sambærilegar eignir skulu fara eftir 3. málsgrein 3. greinar laga um tekjustofna sveitarfélaga númer 4 frá 1995, enda falla undir þær flokk allar aðrar fasteignir en þær sem ræðir í flokki A og B. Sveitarstjórn er heimilt samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar sömu laga að veita styrki til greiðslu fasteignaskatts á fasteignum þar sem framfer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni. Einnig samanber reglur þingasveitar styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka. Sótt er slíka styrki á þjónustugátt þingasveitar og sveitarstjóra er falið að svara erindinu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsinlega merki það er samþykkt samhljóða. Næsti liður varðar samþykkt stjórn og fundarskap þingasveitar, en fyrir sveitarstjórn liggur til annarar umræðu breyting á samþykkt stjórn og fundarskap þingasveitar. Breytingin felur í sér að fyrir næsta kjörtímabil verður sveitarstjórnarfulltrúum fækkað úr 9 í 7 með breytingum á 1. grein og 2. grein samþyktana. Liggur taka til máls undir þessum lið. Þá liggur hér fram til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða breytingu á samþykktum stjórn og fundarsköp þingasveitar og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að senda til ráðuneytis til staðfestingar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsanlega skeiði merki það er samþykkt samhljóða. Næsti liður varðar gjaldskrár 2026. Við framlagningu gjaldskráa fyrir árið 2026 slæddist ein villa inn í gjaldskrá Malarnáma í gjaldalið sand 0-8 mm. Sú villa hefur verið leiðrétt og er því gjaldskráin lögð aftur fram. Með líka að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þannig er með leyfi varátvita, þannig er bara verið að leiðrétta misfærslur og besta mál. Til að bókun hljómar þannig: sveitarstjórn samþykkir leiðrétta gjaldskrá Malarnáma, gjaldalið sands 0-8 mm og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að birta gjaldskrána á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsanlega skeiði merki það er samþykkt samhljóða. Næsti liður varðar félag eldri borgara í Þingeyjarsveit styrkbeiðni, en fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá félagi eldri borgara í Þingeyjarsveit ferðastyrk fyrir árið 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður Sigríðardóttir. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Hér er að ræða erindi frá félagi eldri borgara í Þingeyjarsveit sem hafa árlega fengið svokallaðan ferðastyrk. Þeir sækja 1 milljón og láta þess getið einmitt að styrkur fyrir árið 2022 hafi verið 1 milljón, en síðan hefur hann verið lægri árin þar á eftir og var til dæmis 750.000 ef ég man rétt á síðasta ári. En mér langaði bara til að koma því að framfæri að það var engin styrkur greiddur út, engin ferðastyrkur árið 2021 vegna COVID, það var ekki farið í ferðvist, þess vegna var styrkurinn 22 veglegur. Þannig að hér er lagt til að við veitum 850.000 króna ferðastyrk til félagsins og ég legg til að við samþykkjum það. Takk fyrir þetta Gerður. Einhver annar sem vil taka til máls undir þessu? Þannig að herra hlutfall sveitarstjórnarmann sem að fyllir þennan flokk. Þá liggur fyrir fundurum til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita félagi eldri borgara í Þingeyjarsveit ferðastyrk fyrir árið 2026 á fjárhæð krónur 850.000 sem færist á málaflokk 02420. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsanlega skeiði merki, samþykkt samhljóða. Næsti liður varðar Þingeyjarsveit samningar við ungmenna, íþrótta og æskulýðsfélög, en fyrir sveitarstjórn liggja til afgreiðslu drög að samstarfssamningum við íþróttafélagi í Þingeyjarsveit ásamt vinnuskjölum. Málinu var frestað á síðasta sveitarstjórnarfundi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, með leyfi varaoddvita. Þarna er að ræða einföldun á starfsemi sveitarfélagsins með því að formfesta
sem mest af henni reglubundnu starfsemi, styrkveitingum og stuðningi. Til að, vill einhver annar taka til máls, ég gleymi alltaf að segja það. Svo ekki til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir framlögð drög að samstarfssamningum við íþrótta- og ungmennafélög í Þingeyjarsveit. Sveitarstjórn felur verkefnastjóra æskulýðs, tómstunda og menningarmála að fullgera samninga við hvert og eitt félag og leggja þá fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísinlega skefum merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 14 varðar ferðamála samtök Þingeyjarsveitar uppgjör. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Gísla Sigurðssyni skrifstofustjóra er að varða slit ferðamálafélags Þingeyjarsveitar árið 2022 þar sem óskað er eftir að færa krónur 1.028.828 krónur af lánardrottnareikningi ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar sem styrk inn á málaflokk 13 atvinnumál og ferðaþjónustu, en sveitarfélaginu var færð þessi upphæð við slit félagsins og hefur hún staðið óhreyfð á lánardrottnareikningi. Óskað er eftir að upphæðin fylgi bókhaldsárinu 2025. Vill einhver taka til máls þetta mál? Svo ekki. Til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir að inneign á reikningi ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar krónur 1.028.828 verði færð sem styrkur inn á málaflokk 13 atvinnumál og ferðaþjónustu, en sveitarfélaginu var færð þessi upphæð við slit félagsins. Sveitarstjórn samþykkir að styrkurinn fylgi bókhaldsárinu 2025 og felur aðalbókara að afgreiða tilfærsluna. Þau sem geta samþykkt þessa bókun sem það skefur merki. Næsta mál varðar erindi frá foreldrafélagi Stórtíðarskóla, ályktun og fundargerðar. Fyrir sveitarstjórn liggur ályktun aðalfundar foreldrafélags Stórtíðarskóla er varðar endurnýjun leiksvæðis skólans. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn þakkar erindið. Í fjárhagsáætlun ársins er gert ráð fyrir kaupum á leiktækjum fyrir allar skólalóðir sveitarfélagsins og hafa kaupin þegar farið fram. Við uppsetningu tækjanna á vormánuðum verða leiksvæðin yfirfarin og bætt með tilliti til öryggis barnanna. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að svara erindinu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefum merki. Samþykkt samhljóða. Mál nr. 16 eru samkaup snyrtingar við krambúðina. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá samkaupum þar sem óskað er eftir samtali vegna snyrtinga sem samkaup á og rekur við krambúðina í Reykjahlíð. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Fyrir fundinu liggur til að bókun sem hljóðar svo: sveitarstjórn þakkar erindið og undirstrikar að rekstur snyrtinga í atvinnufyrirtækjum flokkast ekki undir verkefni sveitarfélaga, en þar sem fyrirspurnin er almenns eðlis felur sveitarstjórn sveitarstjóra að funda með forsvarsmönnum samkaupa og kalla eftir upplýsingum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefum merki. Samþykkt samhljóða. Lið nr. 17, Mývatn og Laxá, endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar verndarsvæðisins. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Náttúruverndarstofnun þar sem óskað er að sveitarfélagi skipi aðila í samráðshóp vegna endurskoðunar stjórnunar og verndaráætlunar fyrir verndarsvæði Laxár og Mývatns. Það var alltaf að segja Laxá og undan. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Það er engin síðan til fund. Tillaga af bókun hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Árna Pétur Hilmarsson í samráðshóp stjórnunar og verndaráætlun Mývatns og Laxár og felur sveitarstjóra að tilkynna tilnefninguna til Náttúruverndarstofnunar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefum merki. Samþykkt samhljóða. Liður nr. 19 varðar skólaakstur 2023 til 2026. Og fyrirgefðu, númerið komin í eitthvað rugl. Fyrir sveitarstjórn liggja til endurskoðunar samningar við skólabílstjóra sem renna út. Nei, 18. Það er saman númer á þessum. Fyrirgefðu. Já, mér fannst ég vel að búin að lesa þetta. Já, sami afsakið þetta. Mál nr. 18 er Mývatn og Laxá, endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar verndarsvæðisins. Við endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar Mývatns og Laxár og Mývatns. Náttúruverndarstofnun óskaði eftir tilnefningu sameiginlegs fulltrúa Norðurþings og Þingeyjarsveitar í starfshóp verkefnisins.
Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þá er komið til að bókun þessi sveitarstjórn ályktar að þessi rétt að breyta heiti á verndaráætluninni í Laxár og Mývatns en ekki Mývatns og Laxár. Nei, þetta var út úr. Til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn tilnefnir Brynju Dögg Ingólfsdóttur skipulagsfulltrúa sameiginlegan fulltrúa Norðurþings og Þingeyjarsveitar í starfshóp verndaráætlun Mývatns og Laxár. Að fenginni samþykkt frá Norðurþingi felur sveitarstjóra að tilkynna Náttúruverndarstofnun tilnefninguna. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Þá komið að lið nr. 19 sem varðar skólaakstur, en fyrir sveitarstjórn liggja til endurskoðunar samningar við skólabílstjóra sem renna út að loknu skólaárinu 2025 til 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki til að bókun hljóðar þannig að sveitarstjórn samþykkir að gengi verið til, fyrirgefið, með leyfi var oddvita. Megin rök fyrir frestun eða að nýta sér samningsákvæði framlengingu auðvitað að færa útboðið yfir á 1 ár. Þarna snýst vinnulag og verklag á skrifstofunni að reyna að jafna álagi af útboðum. Til að bókun hljóðar þannig að sveitarstjórn samþykkir að gengi verið til samninga við núverandi bílstjóra framlengingu til 1 árs samanber heimild í 4. grein verksamninga frá 2023. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjölskyldu sviðs að óska eftir viðræðum framlengingu við núverandi samningshafa. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun víslega skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Næsti liður varðar Hitaveitu jarðbana HF myntur óheimil rekstur á ábyrgð Þingeyjarsveitar og Ragnhildur Sigurðardóttir hefur borið upp vanhæfi í þessu máli. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Ragnhildar víslega skrifa merki og það samþykkt. Hún víkur að fundi klukkan 13:42 og fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá landeigendum Reykjahlíðar EHF frá 23. janúar síðastliðnum ásamt drögum að svari. Umræðir áréttun og ítrekkun á áður sendum erindum til Skútustaðahrepps og síðan til Þingeyjarsveitar á árunum 2020 til 2022. Erindin fjalla myndan óheimilan rekstur jarðbaðana EHF á Hitaveitu en jarðböðin fá afhent kalt vatn úr kaldavatnslögn sveitarfélagsins úr Austaraselslindum. Jarðböðin nýta síðan jarðvarma frá Landsvirkjun til þess að nýta vatnið upp til eigin nota. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og til að bókun hljóðar þannig: sveitarstjórn hafnar ásökunum landeiganda Reykjahlíðar að sveitarfélagið beri ábyrgð á meintum óheimilum rekstri Hitaveitu jarðbana EHF og felur sveitarstjóra að svara erindinu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Þá var óhætt að kalla Ragnhildin á fundinn og það líka 13:43 ef ekki að segja 13:44. Já. Út með aftur. Ragnhildur víkur að fundi. Það hérna aðeins lagfæring, mislestur hjá mér á bókuninni. Og tökum þetta upp aðeins aftur. Það komin til að bókun sem hljómar þannig: sveitarstjórn hafnar ásökunum landeiganda Reykjahlíðar að sveitarfélagið beri ábyrgð á meintum óheilum rekstri Hitaveitu jarðbana EHF og felur sveitarstjóra að svara erindinu samkvæmt fyrirliggjandi drögum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Og þá ætti að vera óhætt að kalla hann inn. Klukkan ennþá 13:44. Getur það verið? Er þetta frosið eða eitthvað? Já, ok. Ragnhildur komin inn. Næsta mál á dagskrá varðar fasteignaskatt, reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts. Fyrir sveitarstjórn liggja til endurskoðun og drög að reglum styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir framlagðar reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka og felur sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs að birta þær á heimasíðu. Sótt styrkina í þjónustugátt Þingeyjarsveitar.
þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skemerki að samþykkt samljóða. Næsta mál á dagskrá varðar áfangastaða áætlun Norðurlands uppfærslu verkefna en á 27. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi vinnu við áfangastaða áætlun Norðurlands ásamt aðgerðar áætlun. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd lýsir ánægju sinni með þá vinnu sem þegar hefur farið fram og veltir fyrir sér hvort að ekki séu til fleiri staðir sem ætti að fá sinn sess inn í áætlunni með það að markmið að dreifa ferðamönnum enn frekar okkar viðfæma sveitarfélag enda er það ríkt af áhugaverðum stöðum. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að farið verði í íbúasamráð með það að markmiði að fjölga áfangastöðum í sveitarfélaginu. Samþykkt samhljóða. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Tillaga bókun hljóðar svo er ekki. Tillaga bókun hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir að haft verði samráð við íbúa heimasíðu Þingeyjarsveitar tillögur að nýjum áfangastöðum í sveitarfélaginu og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að vinna málið áfram. Næsta mál varðar glemdi ég að horfa á byrja ykkur að samþykkja það. Já, þau ykkar sem geta samþykkt fyrrgreinda bókun vinsamlega skemerki. Svo varstu svo fljótur. Já, ég veist. Þú veist orðið að ég ætlaði að taka til máls. Fyrirgefðu, viltu taka til máls? Gerðu mér á ég að bakka aðeins, það er sjálfsagt mál. Má ég taka til máls núna? Já, svo samþykjum bara aftur og eftir. Nei, það þarf ekki að samþykja neitt, bara leiða mér aðeins að já, ég ætlaði bara aðeins, ég var á sein að ég ætla ekki að ásaka Knút fyrir að vera á fljótur, það var ég sem var á sein að biðja orðið. Þó sem ég búið að samþykja bókun, það er bara besta mál, þá bara vildi ég hvetja íbúa til þess, við munum setja þá sem sagt einhvers konar íbúa samráð í gang á heimasíðunni á næstunni. Ástæðan fyrir þessu er svo að til þess að dreifa ferðamönnum frekar okkar stóra svæði þá er mjög mikilvægt að bætum við svona áfangastöðum og við köllum þetta áfangastaði vegna þess að við getum í samstarfi við Markaðsstofu Norðurlands sótt að setja slíka staði inn á áfangastaða áætlun sem gerir okkur mögulegt að sækjum styrki í framkvæmdasjóð ferðamannastaða til þess að byggja upp nýja ferðamannastaði fyrir ferðamenn. Og þar sem að ég veit að við eigum, auðvitað viljum við kannski ekki við viljum kannski ekki láta öll spilin út strax, en við eigum samt gríðarlega mikið af fallegum stöðum og þetta þarf ekki endilega að vera staðir sem eru þekktir fyrir fallega náttúru, það má vera bara hugsið bara opið og hvað eru ferðamenn, hvað er það sem þeir eru að sækjast eftir, hverju eru við að sækjast eftir þegar við förum erlendis. Við erum að skoða og heimsækja ýmsa staði sem að hafa ekki kannski bara náttúruna, þetta getur verið menningar viðburðir, menningarstaðir sem að geyma sögu forvera okkar og svo framvegis. Ég vil bara hvetja íbúa til þess að taka þátt og benda okkur á mögulega framtíðar ferðamannastaði í sveitarfélaginu. Takk. Takk hafið fyrir þetta Gerður, það var ágætt að hægja aðeins á mér. Þetta var að ganga full skart. En bókunni var samþykkt og það gerir engin athugasemd við þetta. Næsta erindi varðar frá Atlantsflugi EHF, hvatning til umsagnar þingsályktunar staðsetningu og þyrlu landhelgisgæslunnar. En fyrir sveitarstjórn liggur fyrir erindi frá Atlantsflugi EHF þar sem hvatt er til umsagnar þingsályktunar og tillögu staðsetningu þyrlu landhelgisgæslunnar. Frestur til umsagnar er til 12. febrúar næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, með leyfi vara oddvita, þá er þetta áhugavert mál þó að sé vissulega búið í gangi nokkur tíma og 23 heldur þetta þessi tillaga kemur fyrst fram. Ég er fyrir mína persónulega part að taka mjög vel undir þetta, að þetta verði skoðað gaumgæfilega því þetta skiptir umtalsverðu máli fyrir okkur á þessu svæði, bæði gagnvart öryggi og viðbragði vegna samþjöppunar á þjónustu á Akureyri, plús það ég til þetta muni lyfta koma að segja og styðja við annað björgunarstarf á svæðinu. Að því sögðu
og svo fremið að engin annar vilji taka til máls, þá liggur hér fyrir tillaga bókun sem hljóðar svo: Sveitarstjórn sér ekki ástæðu til að senda inn umsögn en tekur undir umsögn SSNE frá 11. febrúar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem er skilmerki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar umhverfis- og samgöngunefnd, það sem fyrir sveitarstjórn liggur til umsagnar 322. mál frá nefndar- og greiningarsviði Alþingis, samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaráætlun fyrir árin 2030 til 2060. Frestur til að senda inn umsögn er til og með 9. febrúar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. En tillaga bókun hljóðar því svo: SSNE hefur sendt inn umsögn fyrir hönd aðildar sveitarfélagana. Þar koma fram áherslur sveitarstjórnar sem eru helstar að brú yfir Skjálfandafljót við Goðafoss verði flýtt, Bárðardalsvegur vestari verði færður fram og aukin áhersla lögð á útrýmingu malarvega. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er mál úr samráðsgátt stjórnvalda, breyting á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, þar sem vakin er athygli á drögum að frumvarpi breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem nú eru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður. Já, ég kom aðeins inn á þetta átviti í skýrslu sveitarstjóra áðan og þetta er mál sem að sveitarfélögin hafa almennt miklar áhyggjur af. Þarna stendur til að bæta verkefnum á sveitarfélög án þess að það liggi fyrir hvaða verkefni hvað þau munu kosta sveitarfélögin og verður framhaldsfundur hjá stjórnendur sveitarfélaga á morgun vegna þessa máls, þar sem ég rekna með að verði landshlutasamtökunum verði falið að vinna þetta mál áfram með stjórnvöldum áður en að þingið heldur áfram með málið. Takk. Takk fyrir þetta Gerður. Vill einhver annar, vill eitthvert annað ykkar taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi vara oddvita. Þetta er auðvitað eitt af því sem við erum svolítið alltaf að kljást við. Við höfum ekkert á móti því að taka við hinum ýmsu verkefnum en því miður oft óígrundað kostnaðarmat á þeim. Lögmælt verkefni sveitarfélaga er ekki nema 80 talsins og misstóra sjálfsögðu. Þannig að það þarf auðvitað að gefa þessu gaum og hlýtur að vera okkar krafa að það liggi svolítið fyrir þegar farið er að staði þessum breytingar að það liggi fyrir klárt hvað áhrif þetta hefur á rekstur. Það sem að sú krafa er á okkur að við gerum áætlanagerð þó nokkur ár fram í tíman. Það er komin til að bókun. Sveitarstjórn lýsir áhyggjum sínum af þeim áhrifum sem umrædd lagabreyting mun hafa á sveitarfélög. Sveitarfélög lýsir óánægju sinni með ekki skuli hafa verið gert kostnaðarmat vegna viðbótarverkefna sem falla mun á sveitarfélögin og felur SSNE að senda inn umsögn fyrir hönd sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 26. Þorrablót ljósvetningabúð. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar í ákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Aðalheiðar Kjartansdóttur varðandi Þorrablót ljósvetninga. Þetta er lagt fram til kynningar. Mál nr. 27 varðar Þorrablót á Breiðumýri en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar í ákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Ungmennafélagsins Eflingar tækifærisleyfi vegna Þorrablóts í félagsheimilinu að Breiðumýri. Lagt fram til kynningar. Viljið taka til máls þetta eitthvað? Nei, svo er ekki. Næsta mál var það Þorrablót Fnjóskdæla en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar í ákvæð umsókn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Birnu Davíðsdóttur tækifærisleyfi vegna Þorrablóts Fnjóskdæla. Lagt hér fram til kynningar og ég treysti því að þið gefið merki eða viljið grípa eitthvað orð.
Mál nr. 29 varðar hjúkrunarheimili á Húsavík, opnun tilboða en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar skjal frá framkvæmdasýslunni er varðar opnun tilboða í húsnæði fyrir hjúkrunarheimili á Húsavík en 6 tilboð bárust. Þetta er hér lagt fram til kynningar, ég vil benda á að þetta er aðgengilegt á síðu fasteigna ríkisins, fasteigna FSRE. 30. liður varðar svæðisráð Vatnajökuls þjóðgarð og svæðisráð norðursvæðis fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 121. fundarstjórnar svæðisráðs norðursvæðis Vatnajökuls þjóðgarðs frá 3. nóvember síðastliðnum. Lagt hér fram til kynningar. Mál nr. 31 er svæðisráð norðursvæðis einnig fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 123. fundarstjórnar svæðisráðs norðursvæðis Vatnajökuls þjóðgarðs frá 19. janúar síðastliðnum. Það er hér lagt fram til kynningar. Mál nr. 32 er fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga en fundargerð 992. fundarstjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 23. janúar er lögð hér fram til kynningar. Mál nr. 33 er fundargerð samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 83. til 88. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á köldum svæðum frá 20. júní 2025 til 21. janúar 2026. Þetta er fín afgreiðsla, bara allar í einu. Lagt hér fram til kynningar. Síðasta mál á dagskrá er stjórn Norðurorku fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerðir 317. og 318. fundar stjórnar Norðurorku frá 9. desember 2025 og 3. febrúar 2026 lagt til fram til kynningar. Vill einhver taka til máls það? Svo er ekki og þá þakka ég bara kærlega fyrir góðan fund ágættu sveitarstjórn og bara bestu kveður. Það er rétt að komið fram að fundur slítur klukkan 13:57. Kæri kveðju til sviðsstjóra.